Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 73 af þessu hlaðvarpi. Í dag ég að taka upp þátt í fyrsta skipti í heilan mánuð. Ég talaði það í öllum síðustu þáttum að ég þyrfti að taka upp svo marga þætti í einu vegna þess að ég væri að fara í burtu í nokkuð langan tíma. Og núna ég komin tilbaka í einhverja stund. Staðan hjá mér sú að eftir smá ég að fara aftur í burtu til útlanda nema í nokkuð mikið lengri tíma. Heill mánuður nú þegar nokkuð langur tími en núna ég að fara aftur í burtu og í þetta skiptið í 2 mánuði. Og það alveg það langur tími að það færi kannski að borga sig að pakka með sér hljóðupptöku búnaði til þess að taka með sér og taka upp þætti þar sem ég verð. En eftir að hafa skoðað alla kostina við það, þá sé ég að það frekari möguleiki á því að geta gert alla þá vinnu eins og ég vil gera hana, þar að segja að ná að taka þessa þætti upp jafn vel og ég get, að þá það best að ég taki frekar upp marga þætti í röð áður en ég fer í þessa ferð. Þannig í dag datt mér í hug að fjalla bara lítilega það sem mun koma. Ég veit ekki hvort þessi þáttur verði allt of stuttur. Ég reyni kannski að blaðra aðeins til að fylla inn í tíman. Markmið þessara þátta jú að þið fáið að hlusta á íslensku talaða þannig að hún sé skýr. Og vonandi að hún sé líka rétt. Það kemur einstöku sinnum fyrir að ég segi eitthvað vitlaust og næ ekki að taka upp leiðréttingu á því, en þær leiðréttingar standa þá inni í textunum á Patreon síðunni hjá þessum þætti. Þannig bara svo þið vitið það að þetta svona 99,8 eða 9% rétt sem ég segi. Ég nokkuð viss íslenskuna mína, að ég tali hana nokkuð vel, en auðvitað klúðrar maður einhver tíma. En nóg það, ég ætlaði að tala það sem mun koma. Af því ég að fara að taka upp svona marga þætti án þess að hafa langt bil á milli upptakanna, þá verður kannski erfiðara fyrir mig að tala eitthvað sem ég hef rekist á eða pælt í endilega á þeirri viku sem líður á milli þess að þættirnir koma út. Því það mjög oft að ég fatta að ég gæti fjallað eitthvað sem hefur til dæmis komið upp þegar ég að kenna einhverjum. Því ég kenni nú nokkuð mikið á hverri viku og fæ þá tækifæri til að tala annað hvort sama efnið í 100. skiptið
og fatta að það eru kannski margir sem misskilja eitthvað atriði sem tengist íslenskunni sjálfri, eða að það sé eitthvað nýtt sem mér hefur ekki dottið í hug að fjalla eða jafnvel ekki pælt í sjálfur, eða kannski gerist eitthvað, að það kemur eitthvað fyrir í heiminum sem verður að frétt og mér þykir tilefni til að tala það af persónulegum ástæðum. Ég vel og kýs að fjalla ekki of mikið fréttir því þetta á ekki að verða einhvers konar pólitísk útrás fyrir mig að taka upp þessa þætti og senda þá út til ykkar og út í heim, og vil forðast það að sundra fólki eða fleygja ykkur í burtu frá mér því ég einhvern veginn ósammála einhverjum atriðum sem þið berið uppi sem ykkar prinsip. Því við erum hér til þess að læra og vonandi líka til þess að njóta. En þetta, það að segja það að ég fæ ekki mikinn tíma á milli upptaka, leiðir til þess að það sniðugasta sem ég get gert að fjalla atriði tengd íslenskri menningu eða sögu og fjalla þau viðfangsefni í mögulega styttri þáttum. Eins og þið heyrið á mér og eins og ég hef bæði játað og fjallað þá reyni ég að undirbúa þessa þætti frekar lítið. Í alfyrsta þættinum af þessu hlaðvarpi þá fjallaði ég að taka fyrsta skrefið og fjallaði þá þessa reynslu mína að það tók mig svo langan tíma að byrja að gefa þessa þætti út vegna þess að ég ætlaði mér of mikið. Ég ætlaði mér að gera of metnaðarfulla vinnu og komst að því að það væri of mikið fyrir mig að gera ef ég ætti að gera þetta reglulega eða getað verið viss að ég gæti fullyrt það sem ég myndi fullyrða í þessum þáttum. Þá þyrfti ég að vera með frásögnina mína rétta, ég þyrfti þá að staðfesta heimildir og vinna að þessum þáttum eins og þeir væru einhvers konar ritgerðir eða greinar. Sumir þáttanna sem ég hef gefið út hafa klárlega verið nokkuð líkir ritgerðum eða greinum. Ég hef fjallað ágætlega ítarlega hluti eins og Eurovision og nú síðast yfir jólin gaf ég út marga þætti íslenskan framburð, en þá hef ég náð að fjalla það sem ég hef ágætlega mikla þekkingu á og eða náð að tala það frá persónulegri upplifun minni. Ég ekki tungumálafræðingur, en ég hef pælt mjög mikið í íslenskunni eftir að ég fór að kenna nemendum að tala hana. Ég hef reynt að komast að ákveðnum svörum hjá mér sjálfum og reynt að átta mig á einhvers konar kerfum sem láta eitthvað sem virkar flókið eða ólógískt ganga upp. Því þó það sé ekki fullkomin
niðurstaða sem ég segi frá, þá gagnast hún mörgum. Þetta eru svona staðreyndir sem eru mjög sannar og leiða þig að því rétta þangað til eitthvað annað gerir enn betur eða afsannar staðreyndina. Ég ætla ekki að fara að bera mig saman við þá hvað varðar snilli, en þetta er þá svipað og Newton og Einstein. Eðlisfræðilegur heimur og skilningur Newton var alveg réttur og gildur þangað til við vorum komin það langt að við komumst að því að það var ófullkomin nálgun og það þurfti að breyta sumum atriðum og þá að komast að því hvernig við þyrftum að breyta þeim, og það var þá Einstein sem fann það sem þurfti að laga, og við hugsum núna hluti eins og aðdráttarafl á milli til dæmis bara pláneta á mátan sem Einstein komst að, sem var þá bara leiðrétting og fullkomnun á því sem var bara nokkuð rétt hjá Newton mörg hundruð árum áður. Það var bara ekki fullkomið. Þannig held ég sömuleiðis að þær niðurstöður sem ég hef komist að og náð að setja í orð séu nokkuð sannar, þar til annað kemur í ljós seinna. Þannig að þættir eins og þannig persónulegar skoðanir eða persónulegar upplifanir, þeir eru þættir sem ég þarf ekki að undirbúa mig svo mikið fyrir. Ég þarf ekki að skrifa upp handrit fyrir þá. En núna, ef ég ætla að fjalla þessi atriði sem að mér þykja nógu áhugaverð til að fjalla þá mun ég eflaust þurfa að undirbúa mig aðeins betur. Safna til dæmis upplýsingum viðeigandi ártöl, fletta upp einhverjum staðreyndum og jafnvel nota gervigreind til þess að hjálpa mér að púsla saman efni við fyrir þessa þætti. Svona fyrst ég þarf að vinna þá nokkuð hratt. Eða allavega með stuttu bili inni á milli upptakana. Þannig það er að fara að vera framtíð þessarar þáttaraðar örugglega næstu 3 mánuði eða svo. Strax í næstu viku, sem er þá örugglega sú vika þar sem þú ert að hlusta á þennan þátt, allavega ef þú fylgist reglulega með nýjum þáttum, þá mun ég taka þessa þætti upp eða allavega byrja að taka þá upp. Þannig þegar mér gefst nægur tími til að taka upp einn þátt, þá mun ég bara koma einum slíkum saman og svo gefa hann út á tilsettum tíma á þessum mánudögum einhverjum vikum seinna. Núna hefur mér tekist að gera það sem útvarpsmenn eru virkilega góðir í, og það er að ná að teygja lopann. Að teygja lopann er það þegar þú hefur lítið efni til að vinna með, en reynir að gera mjög mikið úr því. Literally, to stretch the wool. En það gerist í útvarpi þegar það er ekki nægur tími til að spila einhverja tónlist eða það er engin gestur til að tala við,
og ekki nægur tími til þess að byrja auglýsingalestur eða eitthvað þvíumlíkt. Þá fara þeir að tala ótrúlega mikið ekki neitt og nota fullt af orðum til þess að halda áfram að halda athygli hlustanda þangað til eitthvað annað meira spennandi gerist. Að passa að það komi ekki þögn í útsendingu. Þannig, já, ég ætla ekki að hafa þetta eitthvað mikið lengra. Ég vona að þessi þáttur fái að vera nógu langur þegar hann kemur út. Ég held ég hafi ekki verið með of margar þagnir sem voru of langar. Mér sýnist ég eiga nóg efni til að geta gefið þetta út. Þannig, já, bara til að endurtaka þá. Ég að fara að gefa út einhverja þætti ákveðin viðfangsefni tengd íslenskri menningu því ég hef ekki nægan tíma til að dreyma einhver flóknari íslensku tengd efni til að tala og kenna eða fjalla Þannig þið fáið bara að hlakka til þess á þessum komandi mánuðum. Þá ætla ég loksins ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.